Kárason, þú ert búinn að skrifa þessa bók eða bækling Stoðir bresta, þetta saga þessa furðulega fyrirtækis, töfra fyrirtæki sem einu sinni var félags, FL Group, allt var það gulli framan af og svo hrundi það með brauki og bramli og þetta svona eins konar táknum þessa tíma og þú segir að þetta sé dapurlegur vitnisburður framgöngu viðskiptajöfranna hér. Hvað áttu við með því? Já, það sem ég á við að hvernig menn byggðu upp fyrirtækið og hvernig menn höguðu sér bæði í fjárfestingu hér innanlands og erlendis með ólíkindum. Það í rauninni hægt að segja að allt starf fyrirtækisins hafi einkennst af stefnuleysi og ístöðuleysi og manni virðist vera eins og að svona fjárfestingarnar erlendis hafi verið svona hugdettur. Mönnum hafi dottið í hug að kaupa í Bang & Olufsen bara svona yfir gin og tónik eitt kvöldið og síðan í Amerikan annað kvöld og svo framvegis og var engin raunhæf stefna og hins vegar gilti kannski aðeins annað hér í fjárfestingu hér innanlands. Þar var mikil strategía. Já. Og þar fylgdu menn svona mottói gamalla manna sem einhvers staðar var sagt einn fyrir all og allir fyrir einn. Já. Og unnu mjög skipulega með þeim hætti. Það náttúrulega mjög merkilegt að hér á Íslandi þá eignast þeir banka og þú gagnrýnir það að sem grunnurinn. Og þú gagnrýnir það að þeir skildu fá að eiga banka. Já, það er alveg ljóst að fjárhagsleg staða FL Group sem núna heita Stoðir var með þeim hætti að það er furðulegt að fjármálaeftirlitið skuli ekki hafa gert athugasemdir við það og krafist þess að annarkvort væri fjárhagsstaða FL Group styrkt allverulega eða þeir seldu sinn hlut og mér þykir það líka furðulegt að stjórnvöld, ríkisstjórn og bankamálaráðherra skuli ekki hafa gert slíkar athugasemdir einnig. Það er alveg ljóst að veik staða, eða sú staðreynd að FL Group var stærsti og ráðandi hluthafi í FL hafði mikið með það að gera að Glitnir féll að lokum. Jaha, já. Þetta náttúrulega en svo þetta svo skrítið fyrirbæri, þú veist, það alltaf að skipta nafn og það eru svona mörg svona fyrirtæki, utanáliggjandi fyrirtæki og sem skipta líka nafn. Já. Og alveg eins og FL Group hét auðvitað Icelandair áður, eða Flugliðir réttara sagt. Og verður FL Group síðan verður það Stoðir. Stoðir var hins vegar heiti á fasteignafélagi sem núna heitir Landik og svo framvegis. Þannig að þetta er allt það er alveg sama hvar þú berð niður að menn skipta menn skipta oftar nafn á stórum fyrirtækjum heldur en nærbugs. En af hverju eru menn að skipta? Er vísvitandi verið að rugla hlutina eða hver er tilgangur? Já, það minnst á kosti auðveldar ekki okkur sem að reynum að fylgjast með fyrirtækjunum og stundum þarf maður nú að svona sitja með blað og penna þegar maður er að fara í gegnum söguna. Er ég örugglega núna með Stoðir sem á áður voru FL eða er þetta eitthvað sem eru Stoðir sem núna heita Landik Property og svo framvegis. Þannig og síðan er til fyrirtæki sem heitir Stoðir Invest. En það er ekki það sama? Nei, það er ekki það sama. Nei. Það er hins vegar í eigu helstur hluthafa Stoð. Já. En hvað, segðu mér aðeins tvö frægustu málin í kringum þetta núna og eru annars vegar Sterling eins og Steam. Ef við tala eins og Sterling, hvernig var Sterling? Til hvers voru menn að þessum leik með Sterling? Já. Það var leikur til að skapa aukið eigið fé sem gerði þeim kleift að skuldsetja fyrirtækin meira og kaupa enn frekar í öðrum fyrirtækjum. Já. Þetta var leikrit þar sem voru færðir til ekki raunveruleg verðmæti heldur pappírar til þess að auka eigið fé þeirra sem sátu í hringekjunni þannig að veðhæfi þeirra jókst
og þeir gátu skuldsett fyrirtækin meira til þess að kaupa hlutabréf en meira. Þannig að þetta byrjar með Fons fyrir 4 milljarða, síðan kaupir FL Group þetta á 15 milljarða, þá orðið eiginfjármyndun hjá Fons upp á einhverja 8-9 milljarða, rúmlega það, við svo teknu til einhvers fjármagnskostnaðar, og síðan stofna Fons og FL, fyrirtæki Northern Travel Holding, sem kaupir sterling af FL á 20 milljarða, þar með eykst eiginfjárgrunnur og veðhæfi FL. Fjárfestingargetan. Og fjárfestingargetan, það er það sem við erum að tala um. Og allt snerist þetta fjárfestingargetuna. En í leiðir að taka snúning á almenningshlutafélagi. Já. Það er verið að taka peninga út úr almenningshlutafélagi. Það er verið að... Þáu eigenda, eða stærstu eigenda. Já, það er verið að nýta almenningshlutafélagi í þáu mjög fárra manna. Já. En svo Steam. Já, að vísu, þegar ég var að ganga frá þessu varu ekki allar þær upplýsingar komna fram sem hún Agnes Bragadóttir hefur nú verið hvað duglegust að koma fram. Steam er auðvitað bara angi af sama meiði. Þetta snerist allt um, og þeir voru ekki einu mennirnir sem voru í þessu. Nei. Við skulum alveg átta okkur því að það eru fleiri svona leikrit til. Og þetta er bara svona fyrsti leggurinn í langri vekkferð sem ég er að leggja upp í ásamt fleirum, það sem við tökum fyrir einstök mál, og vonandi höldum við áfram í janúar, komum við næstu bók. Þið ætlið að skoða fleiri svona félög? Já. Maður horfir nú kannski á Exista til dæmis, það er mjög áhugavert félag. Já, og það eru fleiri félög. Nú er einhverjir gjörningar þar, það er verið að selja fyrirtæki sem heitir Kvikk. Ekki Kvakk, Kvikk. Og yfir í Exista. Og það er svona, það var sagt að stjórnarformaður Exista ætti í viðræðum við eiganda Kvikk. Það er þetta sami maðurinn sem ég held að vísu að það sé nú ekki gert með þeim hætti, en það er þetta eftir að koma í ljós með hvað hætti það er gert, en það eru þetta fullt af málu sem á eftir að skoða hérna, og ég held að við sem erum í tengjust fjölmiðlum eigum ekkert að vera að bíða eftir einhverju rannsóknarnefnd sem að hið opinbera ætlar að skipa og skila einhverju skýrslu í nóvember. Við höfum bara að halda fullu stími og við höfum að koma þessu upp á yfirborðið, og við höfum að gera þetta eins fljótt og við getum, ekki bíða eftir einhverju heildar niðurstöðu. Og eitt af því sem hlýtur að koma upp eru þetta ástarsamband sem var á milli íslenskara stjórnmálamanna og útrásarvíkingana. Og það held ég að sé mjög interessant að fara í gegnum, og ég held að þetta ástarsamband sem var á milli einstakara stjórnmálamanna og útrásarvíkingana hafi gert þeim kleift að hegða sér með þeim hætti sem þeir gerðu. Þeir störfuðu í skjóli einstakara stjórnmálamanna og ráðamanna hér. Við erum náttúrulega með dæmi, með svona blatan dæmi, svo það var næstu búið að afhenda þeim orkuna, Orkuveitu Reykjavíkur. Já, ég fer dálítið ítarlega yfir það, og ég fullyrði að á þeim tíma sem að það er verið að vinna að sameiningu Rey og Geysis Green Energy, að þá voru FL-menn að presentera það að þetta væru einhver mestu verðmæti. Þeir ætluðu að græða 10 milljarða á þessum gjörningi, og þetta átti að bjarga félaginu. Ef að þessi sameining hefði orðið, þá sáu þeir fram á það að félagið myndi lifa, vegna þess að þeir voru farnir að sjá fyrir sér að fyrirtæki væri að falla. Og þetta voru stjórnmálamenn að hjálpa? Þetta voru stjórnmálamenn sem ætluðu að afhenda þeim með þessum hætti alveg gríðarleg verðmæti. En hvað fengu stjórnmálamennið fyrir sinn snúð? Já, nú vitum við ekki. Ég kann ekki að svara þeirri spurningu, en við hljótum að leita að svara þeirri spurningu. En bara hugsunin, ef að þessi orkufyrirtæki hefði farið ofan í þessa svörtu hólu eitthvað. Já. Það hefur verið gaman. Já, það hefur verið gaman. En nú er spurningin... Háðum við geta að farið svona Störling-hring ekki aftur kannski? Já, það er svolítið. En spurningin er, það var náttúrulega líka mikið óhóf í kringum FL. Og menn hafa verið að horfa á rekstrarkostnaðinn þarna í fyrra. Er þið eitthvað í það? Já. Allt er þetta, menn mistu sjónar á öllu. Öll skynsemi fór einhvern veginn
lönd og leið og ég það er spurning sko hvort að sko eru svo gríðarlegir peningar sem að þeir voru að höndla með að einhvern veginn sko 100 milljónir til eða frá í einhvern kostnað skipta einhver máli og og þetta var það var flogið í einkaþotum, það var gist á dýrustu hótelum heims, starfsmenn greiningadeilda bankana og þeir voru boðnir til London og þar var tekið á móti þeim af einkabílstjórum og þeir keyrðir á flottustu hótel, einhverjir ungir nýútskrifaðir drengir úr háskóla þeir voru trýtaðir eins og milljarðamæringar. En við tókum all þátt í þessu. En eitthvað í þessu til dæmis sem að lögreglan á að skoða? Ég ekki að fella dóma það hvort að lög hafi verið brotin. Ég ætla að láta öðrum það eftir. Ég hins vegar segi þetta ekki eins og viðskipti eiga að gerast og þetta ekki heilbrigðir viðskiptahættir. Óli Björn, Stóðið bresta. Fæst í öllum betri bókabúðum gerir ég ráð fyrir. Takk. Við ætlum að heyra hér í Jóni Steinsyni í Bandaríkjunum, hagfræðingi, rétt á eftir.